nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Guð, þú sem gefur trú, gefa við megum rækta anda og líkama, að við megum hvert og eitt lifa heil og af heilindum. Guð, þú sem gefur von, við biðjum þess að á tíma sorgar megi vonin lýsa upp allt myrkur, svo við megum líta með skilningi tilbaka, þakka stundina sem við lifum og líta með von til framtíðar. Guð, þú sem gefur kærleika, við biðjum þess að við megum fyrir kærleika þinn þjóna hvert öðru í kærleika. Að við megum með þér vera veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Hjálpa okkur að öðlast trú á þig og treysta á nálægð þína og kærleika. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Ég les fyrir okkur úr Davíðssálmum en þar segir: Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sakir nafnsins. Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Amen.
Ég les úr fyrra bréfi Páls til Kórinthumanna, óðinn til kærleikans. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika væri ég ekki neitt. Kærleikurinn langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt og umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Amen. Fætur, þau sem eigum auðvelt með, hlýðum á heilagt Guðspjall sem ritað af Mattheusi og hljóðar svo. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sælir eru hóværir því að þeir munu jörðina erfa. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunnað verða. Sælir eru hjartarhreinir því að þeir munu Guð sjá. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þannig hljóðar heilagt orð. Amen. Gjörið svo vel. Oh
Náð sé með okkur og friður. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Mér þótti við hæfi að lesa þessi orð hér í Reykholtskirkju í dag, þegar við komum saman til þess að kveðja Gísla, þakka fyrir lífslaupans og það sem hann kenndi okkur. Þessi orð Davíðs sálma hafa veitt fólki huggun gegnum aldirnar. Þau minna okkur á það umvefjandi skjól sem náttúran veitir okkur. Í gleði, í sorg, í önnum og í næði. Hlúir að okkur skilyrðislaust. Orðin lýsa lífslaupi Gísla líka vel, en hann var umvafinn þessum grænu grundum andakíls nær alla ævi. Hann naut þess að vera úti í náttúrunni, hvort sem það var í tengslum við bústörfin, í útreiðatúrum á björtum sumarkvöldum eða undir stýri á leiðum landið okkar, þar sem hann fylgdist með fuglalífi, árstíðaskiptum, heyskap og öðru sem fyrir augu bar. Gísli Jónsson fæddist á Innri-Skeljabrekku þann 17. júní árið 1946. Foreldrar hans voru þau Jón Gíslason og Kristín Pétursdóttir, blessuð sé minning þeirra. Þeir voru 3 bræðurnir, Gísli, Pétur og Þorvaldur, Gísli elstur. Gísli gekk í farskóla og var alltaf farið ríðandi í skólan. Það er skrítið fyrir foreldra barna á grunnskólaaldri í dag að sjá þetta fyrir sér. Þeir bræðurnir riðu að Miðfossum, geymdu klárana hjá ömmu og afa og hlupu svo yfir í bragga við Andakílsárvirkjun með skólatöskuna á bakinu. Það var alltaf mikið af krökkum í sveitinni, líf og fjör og nóg að gera í bústörfunum. En það var líka tími til að leika sér og njóta lífsins. Einu sinni á sumri var riðið í kringum Skorradalsvatn, það var riðið í sund í Hrefslaug, gjarnan fleiri kvöld í viku. Sunnudagarnir voru oftast frídagar og þá var farið í útreiðatúra, í kaffi að Mófellsstöðum eða á aðra bæi sem tóku vel á móti krakkaskaranum. Eins og þið heyrið, það var oft gripið í klárana. Gísli fór í gagnfræðiskóla á Laugarvatn og eftir 2 vetur þar lá leið hans í bændaskólan á Hvanneyri. Bjarni Guðmundsson, skólabróður hans, minntist þess hvernig Gísli hvarf heim til bústarfa hjá foreldrum sínum að Innri-Skeljabrekku þegar skólaviku lauk og sneri aftur upp úr kaffi á sunnudögum. Vel lúinn eftir að hafa tekið á búverkunum heima og ekki sparað sig. Nei, Gísli sparaði sig aldrei, en hann kunni líka að njóta lífsins, var félagslyndur og hress. Það var líf í ungu mönnunum, sögurnar eru endalausar. Eitt sinn komu þeir félagar ríðandi í Hrefslaug og ætluðu að fá sér sundsprett, líklega í leyfisleysi. Þeir sáu þá að skriða hafði fallið ofan í laugina. En þeir létu það nú ekki stoppa sig, notuðu tækifærið og sundriðu í lauginni. Þeir voru reyndar sendir daginn eftir til þess að handmoka skriðuna upp úr lauginni, mátulegt á þá en víst að það hefur verið alveg þess virði. Gísli útskrifaðist með búfræðipróf árið 1965. Þá 19 ára og tilbúinn að takast á við stærsta verkefni lífsins, að verða bóndi. Þegar við horfum á ungmennin okkar 19 ára í dag finnst okkur þetta ótrúlegt, en Gísli var harðduglegur og reiðubúinn fyrir alvöru lífsins. Á þessum árum kynntist hann verðandi eiginkonu sinni Oddbjörgu Leifsdóttur. Þau áttu eftir að feta veginn saman ævina á enda og skilja eftir sig mikið ríkidæmi í afkomendum sínum. Odda lést þann 30. apríl árið 2021, blessuð sé minning hennar. Þau Gísli og Odda eignuðust saman 5 börn. Jón er elstur, þá Áslaug Ella, í miðið er Kristín, næst yngstur Leifur og Guðfinna yngst. Barnabörnin eru 11 og barnabarnabörnin 6. Gísli var stoltur af hópnum sínum, hann studdi fólkið sitt og spurði af einlægum áhuga hagi þeirra og líðan. Ein afastelpa skrifar svo fallega: Það var gott að vera elskaður af afa. Það þurfti ekki mörg orð því ástina fann maður í faðmlaginu, handabandinu og spurningunum. Afa var nefnilega svo ógurlega annt að manni vegnaði vel. Ekki þannig að maður væri á einhverju framabraut, heldur bara þannig að maður hefði ofan í sig og á og gæti notið lífsins.
Hann kenndi reyndar fólkinu sínu með orðum og gjörðum að maður þarf ekkert endilega að vera í fríi til þess að njóta lífsins, enda var Gísli aldrei í fríi, eða mjög sjaldan. Meira það síðar. Þau Gísli og Odda hófu búskap á Ytri Skeljabrekku en fljótlega hófst uppbygging á Miðfossum og fluttu þau þangað með fjölskylduna árið 1981. Þetta varð með tímanum, eins og Bjarni Guðmundsson orðaði það, líklega eitt fallegasta kúabýli 20. aldar á samlagssvæðinu og full ástæða til að halda því til haga. Gísli var öflugur bóndi og mikill skepnuvinur. Hann fylgdist vel með gripunum og var næmur á heilsufar þeirra. Gísli var stórhuga og framsýnn bóndi, vildi alltaf vera með nýjustu tæknina við búskapinn og átti í miklu samstarfi við bútæknideildina á Hvanneyri. Túnin á Miðfossum voru stór og þar voru tækninýjungar oft reyndar og prófaðar í fyrsta skipti. Gísli var fljótur að tileinka sér alla nýjungar en bústofnin var stór og þurfti að heyja mikið til að hafa ofan í allan búfénaðinn. Á tímabili var heyjað á 9 jörðum sama sumarið. Börninas minnast allra ferðana sem farið var til þess að keyra allar vélarnar milli staða. Þá var lagt af stað með sláttuvélarnar, snúningsvélarnar, baggavélarnar, heyvagnana. Öll hersingin keyrði í hala rófu og svo var hafist handa. Öll hans búskapar ár var unnið frá morgni og langt fram á kvöld og allir lögðu hönd á plóg. Afkomendur og vinnumenn sem margir hverjir hafa haldið góðum tengslum alla tíð síðan og það dýrmætt, bæði fyrir Gísla og fólkið hans. Gísli var félagsvera og hafði gaman af því að vera innan fólk. Það var vissulega lítið eiginleg félagsstörf vegna anna, en það má segja að Gísli hafi kunnað að njóta hversdagsins í staðinn. Hestamennskan var hans áhugamál alla tíð. Fjölskyldan fór reglulega í reiðtúra saman, gjarnan á kvöldin þegar bústörfum var lokið. Ferðalög áttu líka hug hans allan, sérstaklega í seinni tíð. En á búskaparárum þegar Gísla og Oddu var ekki hægt að fara langt eða lengi frá stóru búi. Börninas minnast þó ferðalagana sem farin voru. Eitt sumari þegar veðurspáin var þannig að ekki var hægt að heyja, þá var farið Vestfirðina á 2 dögum. Kótilettur í kassan og brunað af stað. Annað sumar var farið hringinn í kringum landið á 3 dögum. Þá með sama fyrirkomulagi tjaldað við Lækjarsprænu og hentugum stað og áfram næsta dag. Á þessum ferðalögum las Odda upp úr vegahandbókinu og Gísli fræddi krakkana það sem fyrir augu bar. Enda var hann alla tíð minnugur og örnefni og þekkti landið vel. Svo var komið heim, landakortið breytt út á eldhúsborðið, Gísli fór yfir staðina sem þau höfðu komið á og sagði: "Sjáiði hvað við erum búin að skoða mikið." Svo var kortinu pakkað saman og farið út að vinna. Svona voru ferðalögin á þeim bænum. Þau Gísli og Odda bjuggu á Miðfossum þangað til árið 1998 þegar þau hættu búskap. En Gísli var ekki sestur í helgan stein, aldeilis ekki. Hann vann hjá Pétri bróður sinum við smíðar tíma, keyrði einnig langferðabíla og strætó árabil. Fyrst hjá Sæmundi Sigmundsinni og fór hann þá með hópa landið og upp á hálendi. Gísli talaði ekki orð í útlensku, en það kom ekki að sök. Hann talaði bara hebresku, eins og börnin hans orðuðu það, og tengdist fólkinu sem hann þjónustaði með breiðu brosi, greiðvikni og þjónustulund. Þegar Gísli hætti hjá Sæmundi fór hann að keyra fyrir strætó og keyrði í 12 ár frá Akureyri í Borgarnes, þaðan á Akranes og svo til Reykjavíkur. Það voru oft langir dagar og aðstæður ekki auðveldar, en okkar maður stóð sína plikt. Ég veit ekki hvort þið munið eftir því, en árið 2015 var hann innlyksamur stóran hóp í Staðarskála og skálinn reyndar troðfullur af fólki því Holtavörðuheiði var lokuð. Yfirmenn Gísla í Reykjavík vildu hann sneri við til Akureyrar, en það kom ekki til greina. Ég fer bara Laxárdalsheiði frá Hrútafirði yfir í Dali. Já, en Brattabrekkan líka lokuð, sögðu þeir. Já, ég veit það, sagði Gísli. Ég fer út á Skógarströnd og svo Heydalinn og Mýrarnar suður. Ég ætla bara að fara einn inn og fá mér að borða og svo ég farin. Þetta fóru auðvitað að kvissast matsalinn og úr varð að Gísli lagði í hann og 50 bílar á eftir honum. Það var enda sagt í fréttum að þetta hefði verið snjóruðningstæki sem leiddi bílalestina, en svo var aldeilis ekki. Þetta var hann Gísli Jónsson frá
frá strætó. Svona var hann útsjónarsamur. Þessar ferðir landið og rútu og strætó vöktu með Gísla gamla ferðaþrá og hann fór að ferðast í meira mæli með Oddu. Hafði gaman að því að sýna henni staðina sem hann hafði komið á með túristana. Hann var líka duglegur að deila með fólkinu sínu ýmsu sem fyrir augu hans bar á ferðum sínum færð, gróður, fuglalíf og búskap bænda. Í gegn skein einlægur áhugi Gísla á landinu, sveitunum og fólkinu. Eins og hann sagði sjálfur, það eru forréttindi að fá að keyra landið sitt. Seinustu árin voru ferðalög hans ær og kýr, það má segja að hann hafi alltaf verið á ferðalagi og hann lagði á það mikla áherslu við barnabörnin að þau ættu að ferðast. Gísli var áhugasamur samferðafólk sitt og þau Odda héldu tengslum við fjölda fólks sem þau heimsóttu á ferðalögum sínum landið. Þau fóru bara og bönkuðu upp á og þetta mættum við taka okkur til fyrirmyndar. Ein þeirra sem reglulega var heimsótt var stúlka sem var með Gísla í bændaskólanum á sínum tíma, Áslaug Harðardóttir. Þau Gísli og Odda héldu tengslum við Áslaugu alla tíð og komu til hennar reglulega. Eftir að Odda féll frá þá endurnýjuðu þau Áslaugu og Gísli kynnin og áttu saman yndisleg 5 ár í ferðalögum og góðum félagsskap, sem fjölskyldan óendanlega þakklát fyrir. Þeir eru færðar innilegar þakkir elsku Áslaug fyrir samfylgdina við Gísla og elskuna alla. Gísli hætti hjá strætó árið 2024, þá orðinn 78 ára gamall. Og þið héldu kannski að hann hefði hætt störfum þá, svo var ekki. Þá fór hann að keyra skólabíl. Hann keyrði börnin úr Andakílnum að Kleppjárnsreykjum, enda börn alveg hætt að fara ríðandi í skólan nú til dags. Og einnig þar lét hann sig muna. Samstarfsfólk hans minntist þess hversu jákvæður hann var og greiðvikinn, hvernig hann hrósaði krökkunum, var umhyggjusamur og bar hag þeirra fyrir brjósti. Honum þótti greinilega vænt krakkana og þeim hann. Gísli sinnti þessu starfi alveg fram til 8. desember síðastliðinn. Það var líklega fyrsti dagurinn sem Gísli var frá vinnu á ævinni. Hann átti tíma hjá lækni klukkan 9 þennan morgun en ætlaði ekki að vilja fara því hann þurfti að skutla krökkunum í skólan. En með semingi samþykkti hann þó, enda hafði hann dreymt að eitthvað væri í maganum á honum, sem reyndist rétt. Þennan mánudag í byrjun desember kom sem sagt í ljós að hann var kominn með krabbamein í magan og reyndar á fleiri staði. Þá var hann nokkra daga á sjúkrahúsi og kom svo aftur heim að Brekku eftir að hafa byrjað í lyfjameðferð sem hann svaraði mjög vel. Var meira að segja farin að fara aftur á rúntinn, sem mikilvægt fyrir menn eins og Gísla. En þegar meðferðinni lauk fór honum að versna aftur og það gerðist hratt. Þann 13. apríl fór hann aftur á spítala því hann var orðinn svo slappur og lést þar 16 dögum síðar, þann 29. apríl í faðmi fólksins síns. Bóndinn, bílstjórinn, vinnumaðurinn, pabbinn, afinn, langafinn, bróðirinn og vinurinn. Blessuð sé minning hans. Gísli hefur nú lagt upp í sína hinstu för til móts við þau sem á undan eru gengin. Við eigum dýrmætar minningar mann sem sá fegurðuna í náttúrunni, naut þess að ferðast landið okkar, naut þess að vinna, var samviskusamur og harðduglegur, jákvæður og glaðsinna. Það var gusugangur í Gísla, það óhætt að segja það, en hann var líka hjálpsamur, alltaf boðinn og búinn að stökkva til. Honum var annt samferðafólk sitt og hann var greiðvikinn. Það var reyndar það eina sem hann vildi yrði sagt hann hér í dag. Ég veit ekki hvað honum hefði þótt orðaflauminn í prestinum. En þegar ljóst var í hvað stefndi og dóttir hans spurði hvað hann vildi að sagt yrði hann við þetta tilefni, þá sagði hann bara eitt: greiðasemi. Ég var alin upp við það að hjálpa öðrum og hef alla tíð lagt áherslu á greiðasemi, sagði hann. Já, hann vildi láta sig muna. Og nýjasta sagan af honum berðist líka merki. En þau feðgin voru í glerugnabúð á Akranesi fyrir stuttu. Afgreiðslustúlkan horfði rannsakandi á Gísla, lá greinilega eitthvað á hjarta, en sagði ekki neitt. Þegar þau feðgin voru á leiðin út úr búðinni kallar hún á eftir þeim og segir: heyrðu, má ég nokkuð spyrja það svolítið? Varst þú nokkuð að keyra leið 57 hjá strætó? Það lifnaði yfir gamla manninum, hann hélt það nú. Hún svaraði þá: já, ég man eftir þér.
þú varst alltaf svo góður við okkur krakkana. Fyrir þetta stóð hann og fyrir þetta skulum við muna hann. Við sem hér sitjum kveðjum Gísla með einlægu þakklæti fyrir allan lærdóminn, alla elskuna, fyrir langa og eftirminnilega samfylgd. Guð geymi þig og gæti í friði sínum, Gísli Jónsson. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Samúðarkveðjur senda bræðurnir Guðjón Elías og Jens Davíðssynir, frændur Gísla frá Grund í Skorradal og fjölskyldur þeirra. Stella Dögg Blöndal og tvíburarnir, langafastrákarnir litlu, senda kærar kveðjur til ykkar frá Kaupmannahöfn. Agnar afastrákur, Hafdís kona hans og litlu krílin þeirra skila kveðjum hingað í dag, en þau eru á ferðalagi Evrópu þessa mundir. Kvöddu afa svo fallega kveldi 28. apríl og það síðasta sem hann sagði við þau var: farið nú og hafið gaman. Fallegt og viðeigandi. Einnig vill fjölskyldan koma á framfæri þökkum fyrir auðsýnda samúð í þeirra garð. Þau fylgja Gísla til hinstu hvílu í Hvanneyrarkirkjugarði eftir athöfnina hér
En þeim þætti svo vænt að sjá ykkur í erfidrykkjunni í Landbúnaðarháskólanum þegar þau koma úr garðinu. Við skulum spenna greipar ef vill, við skulum draga andan djúpt og við skulum biðja. Við þökkum þér, kærleikans Guð, fyrir ljósið sem við okkur skín frá þér og heilugu orði þínu. Gefa við megum taka á móti því í hug og hjarta. Við þökkum þér á þessari stundu að þú gafst okkur Gísla Jónsson. Við þökkum allt það góða sem hann gaf okkur með lífi sínu. Þökkum lærdóminn sem við getum dregið af lífshlaupi hans, orðum og gjörðum. Já, helga og blessa allar góðar minningar ástvina hans, styrk okkur og veit leiðsögn á komandi tímum. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Allar bænir okkar, þakklæti og kærleika felum við í bæninni sem Kristur kendi þegar við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Í Jesú nafni. Amen.
rísa úr sætum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Amen. Í Jesú nafni. Amen. Farið í Guðs friði.